Og áfram með föstudagsþáttinn á N4 og nú eru það nýstúdentar. Ég hef fengið hérna til mín í settið 2 glænýja stúdenta, Tjörva Jónsson og Eddu Kristínu Bergþórsdóttur. Velkomin. Takk fyrir. Og til hamingju með þennan áfanga. Já, takk fyrir það. Og fyrir ekki að þið skulle draga ykkur hérna inn daginn eftir fagnir. Já, það var erfitt. Hvernig er heilsan? Hún er bara fín, sko. Já, maður er alltaf að hressast, maður kannski að fara að fá sér að borða það eftir smá. Já. Hérna, sko, þið lentuð í þessu COVID-tímabili og eins og frægt er orðið, engin útskriftarferð sem allavega ekki búið að fara inn í útskriftarferð. Stefnið á að fara hana seinna, eða hvernig er staðan á þessu, þetta Kristín? Það væri náttúrulega gaman að fara í ferð, eins og er ekki planað. Nei. Og við viljum náttúrulega helst ekki vera að fá einhverja innegnan úti og fara seinna í þessa ferð, þannig að eins og staðan er núna þá stefnum við kannski að Hrísey bara í sumar. Já, Hrísey í sumarið, já, ferðumst innanlands. Og þið býðið bara eftir þessu frumvarpi til að finna út hvernig þetta fer með endurgreiðslu og svoleiðis. Já. En hvernig, þetta er náttúrulega svolítið sérstætt, ætli ykkar árgangur verða alltaf þessi COVID-árgangur eða hvað haldið þið? Já, ég held að þetta muni einkennast, þegar við lítum allan tilbaka þá var það þannig að við mistum af frekar miklu seinasta árun okkar út af COVID, það er bara útskriftarferðin eða litlu hlutinu bara eins og skila lokaritgerðinni til kennara eða hitta þetta. Því að síðustu vikurnar, mánuðirnir voru bara svona gegnum netið. Já, bara síðan 15. mars eða hvenær sem það. Þið fóruð ekkert aftur í skóla? Nei. En þið náðu samt frétti að dimitera, er það ekki? Jú, við gerum það, 16. Já. Var það bara svona eitthvað skildi ákvörðun eða? Nei, það var búið að vera rætt það sko alveg lengi að hafa hana 16. júní. Hún var ekki samt sko, venjulega er hún held ég einhver svona aðeins fyrr? Já, eða miklu fyrr og svona verið að skvetta af vatni framan í manni eða eitthvað svona bla bla. Kveðja allavega svona. Keyra á milli rúnda, á milli allir kennarana kannski? Já, en núna var þetta bara á planinu fyrir þann, svona. Við skólan? Já. Og svo voru við í svona leik, svona stigaleik. Það voru búningar og hver bekkur með sinn búning og svona stöð. Það var mjög gaman sko. Og það var náttúrulega komin tími á að breyta dimisjóninu, þannig að já, er ekki hægt núna að keyra í keyrum? Þannig að við fórum bara í ratleik og eitthvað svona skemmtilegt. Löpum bæinn í búningum. Það var mjög gaman sko. Er það ekki? Jú. Urðu svolítið svona áberandi? Já, það voru margir að stoppa mann. Var eitthvað skylda að fá sér tattoo í þessum ratleika? Nei, það var 10 stig fyrir tattoo. Það voru 10 stig? Þetta var sagt að þetta væri ratleikur, en þetta var svona leikur sem þú bara fékkst lista á hlutum og þú fékkst bara ákveðin stig fyrir að gera ákveðin hlut. Sem lið? Sem lið, sem bekkurinn. En eins og bekkurinn minn, það var einn sem fékk sér tattoo og þú veist, svo var að biðja frían mat einhvers staðar og hoppa til sjóinn og hvað þannig. Hvaða bekkur vann þennan leik? Ég var að segja það. Það var exið því miður. Þar hafa kannski fleiri en einn fengið sér tattoo eða hvað? Sko, þar pissaði einn á sig og hoppaði í sjóinn. Var stig fyrir að pissa á sig? Já. Ungt að leiku sér. En hvað tekur svo við núna? Eru þið búin að ákveða eitthvað framtíðarplön? Já, ég ætla í HÍ í haust. Já, í sagnfræði. Já. Lengi verið ákveðin í því, eða? Já, alveg svona sensta veitur. Já. Ég ætla að taka mér pásu frá skóla í ár, ég veitur, bara eitthvað, vinna. Ertu þú ekki svolítið að stunda svona kvikmyndagerð? Jú, ég ætlar að fara eitthvað í það? Jú, það væri kannski gaman í framtíðinni að fara einhvern þannig skóla. Já. En á meðan ég er ekki alveg viss, þá bara frekar að vinna og frekar að fara í eitthvað og svo hætta. Já. Þú ætlar aðeins að sjá til? Já, bara ég slakir. Já. En hvað heillar þig við sagnfræðina? Bara það er svo mikið hægt að læra og það er svo mikið og Ertu grúskari? Ég er pínu grúskari. Já. Frábært. Og það er eitthvað 3 ár? Það er 3 ár. Já. Svo náttúrulega að fara í framhald eftir það? Já. Og hvað, svo bara eftir ár, þá komið aftur, er það ekki? Jú. Ég vona að vera ekki COVID en þá. Nú vona að það verður ekkert svo slíkt þá. Því að náttúrulega öll júbílering sem átt að fara fram núna, hún frestast ár, þannig að þetta verður svona tvöfalt system á næsta ári.
alveg þrefalt út að það eru 2 árgangar náttúrulega. Já, árið sem átti að koma að taka kollin niður, hann svolítið stór. Já, við gerum held ég undan þeim. Við erum 16 og þau 18 eða eitthvað. Já. Þetta verður athyglisvert á næsta ári. Já. En það var gaman að fá okkur í þáttinn og bara til hamingju enn og aftur og gangi eitthvað svakalega vel í framtíðinni. Takk fyrir það.